Hvenær má ég stytta og hvenær ekki? Má ég stytta út bara x á móti x og 2 á móti 2? Nei. Vegna þess að það er plús á milli. Ég má bara stytta þegar það er margföldun á milli. Ef ég væri með x y yfir x, þá má ég stytta x á móti x, þá styttur eftir y, því að það er í raun margföldunarmerki hérna á milli, þó við skrifum það ekki. Hér er plús á milli. Hvað get ég gert til þess að þannig að það komi margföldun svo ég geti stytt? Jú, ég get prófað að þátta. Er einhver tölustafur báðum megin hérna? Nei, þessi gengur upp í báðum megin. Er x báðum megin? Nei. Er y báðum megin? Já, og ég er bara að horfa fyrir ofan deilingastrikið. Það er y hér og hér. Y sinni hvað er x y? Það er x. Y sinnum hvað eru 2y? Það er 2. Svo kemur plúsin á milli. Og þá er ég búin að þátta þetta. Ger ég eitthvað við þetta? Nei. Ég skrifa bara niður. En ég má setja það sem er undir heilu deilingastriki. Ég má setja sviga utan því ég vil. Og hér er komið 2 ein sviga. Það er í raun margföldun inn á milli. Þetta má fara því að x plus 2, alveg sama hvað tala x er, deilt með x plus 2 því að x er sama talan. Það er alltaf 1 og einu sinni eitthvað breytir engu. Svarið við þessu er þá bara y, af því að það er y situr eftir. Og þegar það allt hverfur fyrir neðanstrikk, þá þarf ég ekkert að pæla neitt í því. Hér þarf ég að þátta. Get ég tekið út fyrir sviga? Nei. Get ég þátta í 2 sviga? Já, ég ætla að nota samanhverfregluna. X sinnum x er x í öðru. Svo kemur plús og mínus. 3 sinnum 3 eru 9. Hér, x ekki báðum megin, ekki annað veldi, þá tek ég ekki 2 sviga. Gengur 3 upp í báða tölur? Já. 3 sinnum hvað er 3x, það er x, 3 svo hvað eru 9, pluss það eru 3. Hér eru 2 svigar eins, þeir fara og þá þarf ég að skrifa niður hvað er eftir. Ég get ekki stytt hérna 3 á móti 3 út af þessu mínus. Hér. Hvað gerist hér? Jú, ég þarf að taka 3 fyrir sviga til þess að byrja með. Þá er eftir x í öðru mínus x mínus 6. Hér ætla ég að taka 2 fyrir sviga. X í öðru mínus 4. Ég má ekki bara taka út fyrir sviga, ég verð svo aðtöga. Get ég þátta í 2 sviga? Kíkjum á það. X og x, hér er 6. Þá er þetta 2 sinnum 3 eða 1 sinni 6. Hér er mínus 1, þannig að mismunurinn á þeim er 1. Þá er þetta ekki með. Þá er þetta 2 og 3. Þetta er mínus, þá er þetta pluss og mínus. Og ef því það er mínus hér, þá er mínus við hærri töluna. Ef því það er pluss 2x, mínus 3x þegar ég margfaldar svigana saman, þá verður niðurstaðan mínus 1x. Hér er aftur samanhverfregla. Eins og áðan, x og x pluss mínus 2 og 2. Þetta fer, það fer ekkert meir. Og þá verður þetta hérna